og við viljum dyrka Guði. Við ætlum að standa upp og taka á móti systur okkur María Lúísu sem að fara að kenna okkur hér í dag. Guð blessi okkur öll og styðji ykkur. Góðan daginn bræður og systur. Guð blessi ykkur. Í dag erum við með fólk, með prestar og fólk frá mismunandi stöðum. Systurinn sem kemur frá Rúmeníu. Hvernig er Rúmeníu? Af hverju kemur ekki hér og segir okkur aðeins frá þessu? Segðu okkur hvernig hlutir eru þarna. Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Ég er mjög ánægð að geta deilt með ykkur hér í dag. Það er stórkostleg blessun. Guð kemur okkur á óvart daglega og ég er hlut af þessum blessunum frá Guði. Ég er mjög mikið af vitnisburðum og hlutum sem mig langar að deila með ykkur frá kirkjunni í Rúmeníu. Og meiri hlutan ykkar veit að kirkjan í Rúmeníu er með eitthvað sérstakt sem við erum öll að horfa á. Það er að kirkjan í Rúmeníu, það eru allir innfæddir, allir frá Rúmeníu. Þannig að þetta er byrjun frá þessum stóru fjársjóði sem við höfum og sérstaklega fyrir okkar systir María Lúísu, að því að sannarlega öll þessi lofar hafa komið frá Guði til hennar og þess vegna nýtum við í dag frá öllum þessu blessunum og frá orð Guðs og öllu sem að því fylgir, og það er stórkostlegt að sjá hvernig það vex allstaðar í heiminum og í Rúmeníu, og það er mín ánægja og ég bið ykkur að koma að heimsækja. Við erum bara 3 tímum frá ykkur hérna á Spáni og það væri æðislegt að fá ykkur í heimsókn. Það væri bara æðislegt að fá ykkur þar og það er mín ánægja og fyrir marga og sérstaklega fyrir innfædda að Guð hefur leyft okkur að fá orð Guðs í þennan tungumál sem við talum í Rúmeníu. Í rúmensku. Og með leyfi systir er að gefa mér leyfi til þess að segja ykkur að þetta er stórkostleg blessun. Þetta er blessun sem að Guð sagði mér þegar ég kom í kirkjuna, og Guð lofaði mér að ég ætla að predika á mjög tungumáli og ég sé að það er eitthvað sem hefur gerst. Konur, þið sem að kvartið og segið við mig, og hvenær erum við konur að fara að predikera? Hér er fyrirmynd. Hér er fyrirmyndir fyrir dæmið ykkar. Gracias a usted, hermano. Gracias por todo. Og sjáðu, systur, ekki gefast upp. Þið þurfum bara að undirbúa okkur. Fyrst að undirbúa hjartað okkar til Guðs og svo er það kenningin. Og systirinn, hún sér hópinn sem er hann í Rúmeníu. Af því að Guð setti hans augu í Rúmeníu og ég veit að Guð mun vera að blessa mörgum stöðum í heiminum. Hann mun leyfa að hans verk og hans fagnaðarerindi og kenning sé dreift á milli og að fólki verði kennt kenningin Guðs og að okkar Guð verði þekktur af mörgum við heiminn, og þess vegna þurfum við að undirbúa okkur, konur og karlmenn, að undirbúa okkur til þess að þjóna Guði sem prestar. Sem að hvað? Við skulum syngja þennan kór sem að geri verki með dugnaði, og þetta er boð sem að við gerum til þess að þjóna Guði.
procura con diligencia. Þér sé Guði, þér sé okkar Guð og við viljum heilsa upp að öllum systrum og öll þau sem eru að fara að horfa á okkur í dag frá Valencia í Spáni og líka til þeirra sem eru þar, sem eru á annarri hæð og eru að horfa á okkur í gegnum skjánum. Guð blessi ykkur, mér langar að heilsa upp á okkur, Guð blessi ykkur öll og Guð blessi öll þau sem eru að fara að horfa á okkur í myndbandinu. Við erum ánægð með okkar Guð og svona ánægð við sjáum og sjáum að Guð valdamikill, að okkar Guð valdamikill og hann mun vera að nota konum og karlmönnum hér til þess að þjóna, til þess að predikra og til þess að kenna orð Guðs og fagnaðarerindi, sönn fagnaðarerindi. Við munum vera að kenna hreinleikann og það ekkert ómögulegt fyrir Guð og hann fullkominn sem gerir allt fullkomið. Systir Carmen frá Rúmeníu, mig langar að segja til hamingju að því að Guð horfði á hjartanuðinu og hann að undirbúa þig svo að þú getur verið sem stórkostlegur kennari með orð Guðs og mig langar að segja til hamingju systir og með mikilli ást og kærleika vil ég helsa líka upp á öllum hinum. Systir og bræður í dag munum við vera hér að njóta okkur í Guð. Við erum að læra sálmarnir og í dag erum við að fara að læra Sálmar 22 sem mjög fallegt sálmar sem á við þjáningin sem að Jesú Kristur þurfti að fara í gegn þegar hann var í krossinum. Þegar Jesú Kristur var á krossinum, hann hrópaði til Guðs. Hann talaði við Guð. Af því að þau sem hlustuðu á hann skildu ekki. Og í Sálmar 22 sjáum við og finnum við þegar Guð á þessum stundum að hann var að þjást og að fara í gegnum margt í krossinum. Og við sjáum það hér í Sálmar 22 og það stendur hér ef að þið eru öll tilbúin. Þar stendur: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og þetta voru orð sem að Jesú Kristur hrópaði þegar hann var krossfestur. Og hann segir: Hví hefur þú yfirgefið mig, ég hrópa, en hjálp mín fjarlæg. Og Jesú Kristur sagði þessa hluti að því að hann var að kveljast mjög mikið. Og ekki að því að hann vissi eða var viss að Guð hafi yfirgefið sig. Hann var ekki að tala svo mikið sjálfan sig, heldur meira þjáningin kirkjurinnar eða börn Guðs sem að höfðu þjást mikið og munu þjást kannski og hann vissi þetta fyrirfram og hann var að hrópa til Guðs og sagði við Guð: ekki yfirgefa okkur. Af hverju hefur þú yfirgefið mig? Af hverju hefur þú yfirgefið okkur á þessum erfiðum stundum? Og þetta var spurning, þetta var eitthvað sem hann var að segja við Guð. En Guð vissi, Jesú Kristur vissi að Faðirinn var á þessum stundum með sér og hann þurfti að fara í gegnum þessa hluti. En hann vildi kenna okkur að þegar við erum að fara í gegnum erfiðleika
að við þurfum að hrópa og biðja til Guðs og hann verður þar að hlusta á okkur, tilbúinn til þess að hjálpa okkur og hann gerði það svo að við getum tekið eftir því og vitað að Guð mun aldrei yfirgefa börnin sín og þess vegna bað hann og stendur á vers 3. Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Og samt ertu hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngvum Ísraels. Þannig að hann segir, ég mjög kvalinn. Það eru erfiðleikar, það eru erfiðir stundir, en þú ert þó minn Guð, minn Faðir. Þú ert blessaður að eilífu. Og við erum hér að læra hvernig við eigum að heiða okkur á þeim erfiðum stundum í lífið okkar. Hvenær sem í lífið, við þurfum að hrósa, lofa nafn Guðs, við þurfum að dýrka Guði og þess vegna hann hér að kveljast og hann segir, ég hrópa daga þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Svo segir hann, og samt ertu hinn heilagi, sá ríkir upp í lofsöngum Ísraels. Og lofsöng Ísraels eru lofsöng hans liðs eða kirkjurinnar eða trúendur Guðs sem að fylgja Guði í alvörunni. Og þau sem að voru að lofa Guði eða kirkjan, liðið, fólkið sem að var eða andlega Ísraels og þar Guð, þar býr Guð og þess vegna trúum við að í dag, á þessum stundum Guð hér með okkur. Af því að hann lofaði að hann yrði hér og myndi búa á milli lof Ísraelsmenn og við erum Ísraelsmenns andlega séð. Og vers 4, ef þið viljið lesa. 5 Þeir treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaðir þeim. Hversu flott leið til þess að tala við Guð og hér Guð að kenna okkur líka hvernig við eigum að koma fram til Guðs og hann segir, til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Og á þessum tíma, hverjir voru feðgarnir eða hverjir voru þau sem voru feðgarnir? Það voru Abraham, Ísæl, Jakob, Móses, Samúel, allir þeir, Davíð, allir þeir voru þessir faðir sem að voru líkamlega til þegar Ísrael var til. En við í dag, þeir voru feðgar okkar að því þeir treystu Guð. Og í dag höfum við traust og trú að því við höfum treyst á Guði sem okkar hjálpari og þess vegna voru þeir líka okkar feðgar og þeir líka hrópuðu til Guðs og þeim var bjargað og þess vegna skulum við ekki vantreysta Guði í dag að því þegar það koma erfiðleikar, þegar við erum að fara í gegnum erfiðum tímum, þá hrópum við til Guðs og segjum við Guð eins og þú hlustaðir Abraham, Jakob, Móses, Daniel, bara eins og þú hlustaðir á þá myndur líka hlusta á mig í dag, að því þú ert það sami í gær í dag og að eilífu. Og næsta vers, þar stendur, ég maðgur og eigi maður, til spotts fyrir menn og fyrirlitin af liðnum. Þetta voru orð Jesú Krist. Þegar hann var að segja við faðirinn að hann var ormur, að hann var engin maður, og svo stendur hér til spotts fyrir menn og fyrirlitin af liðnum. Og hvað getum við sagt að við séum? Við getum sagt við Guð það sama. Við erum minna en ormar. Við erum kannski líka
til spons fyrir menn og fyrirlitin af liðnum, sérstaklega til þeirra sem eru óvinir Guðs eða sem að muna ekki eftir Guði. Við erum kannski til spons fyrir þau. En svo kemur í vers 8: Allir þeir sjá mig gjöra gys að mér, breiða grunum og hrista höfuðið. Og svo stendur í vers 9: Hann fól málefni sitt drottni, hann hjálpi honum, hann frelsi hann því að hann hefur þóknun á honum. Það var að segja að óvinir Jesús, Rómverjar og þau sem voru að gera grín af Guði, sögðu við Guð: ef að þú ert svo mikið spámaður, þá skaldu bjarga sjálfum þér, skaldu koma niður á þessum krossi ef að þú ert Guð. Og þau sögðu: þú varst alltaf að predika og gera kraftaverk og gera undanir, okkur getur ekki kraftaverki að bjarga sjálfum þér og koma niður krossinum. Þeir gerðu þetta allt og þeir gerðu grín af Jesú Kristi. En fólk gerir það sama við okkur. Þau sem ekki trúa á Guð, þau sem gera grín. Þó það sé vinir okkar, fjölskylda okkar, nágrannar okkar, þegar þau frétta að þú kemur og þú mætir í kirkjuna, þau byrja að gagnrýna þér. Þau byrja að, þegar þau sjá að við erum að fara í gegnum erfiðleika, eitthvað sem okkur vantar, þau byrja að segja: og fólk segir: ertu ekki að segja að það sé allt heilagt á þessari kirkjuna? Og fólk segir: ef að þú fer í þessari kirkju, okkur lífur eins og þú lifir, það hversu skammarlegt. En Guð, hann lifði í gegnum þessa hluti og hann hélt áfram og hann gaf okkur fyrirmyndin að hann sigraði óvininum, og sama með okkur. Við getum líka gert það sama. Við þurfum ekki vera að hlusta á því sem að fólk segir, að því sem að fólk gerir grín af okkur, og við þurfum líka að taka á móti erfiðleikana og við þurfum að halda áfram að elska og lofa Guði og við þurfum að dýrka Guði. Og ef að það eru vandamál sem koma og erfiðir tímar, við viljum ekki að það sé ástæða fyrir okkur til þess að stiga aftur tilbaka. Guð sagði það að því við sjáum hér á næsta vers 9. Hann fól málefni sitt drottni, hann hjálpi honum, hann frelsi hann því að hann hefur þóknun á honum. Og vers 10. Já, þú leitir mig fram á móðurlifi, lést mig liggja öruggan við brjóst móður minnar. Lesið næsta. Til þín var mér varpa frá móðurskauti, frá móðurlifi ert þú Guð minn. Og hér stendur að áætlu sem að þau höfðu, sem að Guð hafði með Jesú Krist, var áður en að hann fæddist, áður en að heimurinn var skapaður, það var búin að gera áætlun. En Jesú Kristur, hann lofaði og bað alla þessa hluti til þess að kenna okkur, að lofa og að biðja til Guðs og að kenna okkur að halda áfram, að snúa ekki tilbaka, að vera ekki leið, heldur að vera jákvæð alltaf, að leita að Guði með öllu hjartanu, að því að Guð leyfir alla þessa hluti og hann áætlar öllu, og við sjáum að blessunin frá Guði og sigranir frá Guði koma þegar við eigum síst von á því. Guð hjálpar okkur að halda áfram, hann lyftir okkur og hann gefur okkur blessun og sigri. Og Guð segir líka á vers 12: ver eigi fjarri mér, því að neyðin er nærri
og enginn hjálpar. Og sérstaklega að það í gegnum lífið að við höfum enga til þess að hjálpa okkur, heldur bara Guð. Og þó að við séum umkringt fólki, en þegar það kemur að því að það sé erfiður tími, að Guð sá eini sem að hefur verið okkar hjálp og hann eini sem að mun geta hjálpað okkur að því enginn mun geta gert ekkert fyrir okkur. Við skulum ekki fara langt frá Guði. Við skulum alltaf vera mjög nálægt Guði og elska Guði í gegnum öllu. Við skulum alltaf vera með Guði að því að hann trúfestur og hann valdamikill og hann hlustar á okkar bæn. Hann hlustar á okkar bæn og því sem við biðjum. Og næsta vers stendur hér. Sterk naut umkringja mig. Og hann átti við sterk menn sem að höfðu vald á þeim tíma, menn sem að voru að ríkja yfir á þeim tíma, konungar hugsanlega, og þess vegna átti hann við sterk naut. Og hér stendur, sterk naut umkringja mig, Basans uxar slá hring mig. Og þá var á þessum tíma, það var Rómverjaherið. Rómverjaherið var að ríkja á þessum tíma og Guð sagði á þessum tíma, Basans uxar slá hring mig. Og hann segir svo líka á öðrum vers að hann var umkringdur hunda sem að skaða. Og á meðal alla var Guð með þeim, bara eins og eða Guð var með sér, með Jesú Kristi, bara eins og hann mun vera með okkur á erfiðum tímum. Og hvað stendur á næsta vers? Þeir glenna upp ginið í móti mér sem bragðsólkið, öskrandi ljón. Mér hellt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnuð sundur. Hjarta mitt sem vax, bráðna sundur í brjósti mér. Og næsta vers. Gómur minn þurr sem brendur leir og tungan loðir föst í munni mér og í duft dauðans leggur þú mig. Hversu mikið ætli að Jesú Kristi hafi þjást? Þá var það sama með Job. Job var að þjást mjög mikið. Svona svipað og Jesú Krist. Hann fór í gegnum margt og þess vegna segjum við að Job eins og fyrirmynd eða ímynd Jesú Krist, því hann þjáðist líka mjög mikið og hann fór í gegnum margt. Og Job hætti aldrei að lofa drottni. Og svona kennir Guð okkur líka. Og við sjáum í vers 17. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hring mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Þannig hann var að tala þá sem að voru á móti Jesú Krist, þeir voru á móti Guði. Og þegar hann segir hér, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Gegnum stungið átti hann við þegar hann var krossfestur á krossinu og hann sagði, ég get talið öll mín bein. Þeir horfa á og hafa mig á augnagamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlut kirtil minn. Þetta sjáum við allt í fagnaðarerindum og við sjáum hér að í sálmannir eru þessi lofsög eða þessi hlutir spádómanir upplifanir Jesú Krist. Þetta voru stórkostleg upplifanir því hann þjáðist eins og við. Hann þjáðist eins og mannkynið og hann gaf okkur fyrirmyndin og hann kennir okkur líka hvernig við eigum að hegða okkur, hvernig við eigum að koma fram, hvernig við eigum að gera hluti og það fallegasta er að Guð yfirgaf honum ekki. Þannig að Guð mun ekki yfirgefa okkur heldur, af því þetta er loforði Guðs, þetta er stórkostlega loforð Guðs. Þannig að við verðum mjög ánægð í Guð, við verðum mjög ánægð fyrir að hafa skrifað alla þessa hluti. Alla þessa hluti
sem að hafa eitthvað, sem að hafa einhver meiningin í okkar líf. Þessi orð sem að breytir andinn okkar, sem að breytir hugarfarið okkar og við viljum þakka Guði fyrir þessa hluti. Og við ætlum að hætta að lesa hér. Þessi sálmar er mjög langt en við ætlum að halda áfram með helmingurinn á næsta biblíukennslunni. Þannig að ég bið ykkur að koma hér og horfa á næsta. Við viljum þakka Guði fyrir að kenna okkur, af því að þetta er eitthvað sem að hjálpa okkur. Sálmarnir, bræður og systur, þegar við erum að lesa sálmarnir, við lærum að biðja, við lærum að lofa Guði og við lærum að treysta og trúa á Guði og bíða í Guð. Og hann gefur okkur orðin sem við þurfum til þess að koma fram við Guð. Og Guð blessi okkur öll. Guð hjálpi okkur öllum. Frelsi okkur og breyti okkur og uppfylli okkur með sínum hendi. Og við viljum gefa Guði dyrðina. Valdamikill er Guð, valdamikill er konunginn. Blessað sé nafn Guðs. Við ætlum núna að syngja annað kór til Guðs með mikilli gleði. Við skulum syngja með mikilli gleði og hamingja. Kór númer 12 sem að bera titli gleði Guðs. Og gleði Guðs er minn styrk. Gleði Guðs er okkar styrk og við skulum syngja. Og við skulum syngja með öllu hjartanu. Og við ætlum eftir þessum kór að byrja með spurningar dagsins. Og valdamikill er Guð. Valdamikill er Guð. Því mig fagur sæti, bræður og systur, og við ætlum núna að hefja spurningar dagsins á þessum degi. Guð blessi ykkur bræður og systur, og mér langar að bjóða þér að koma til Galícia og ég er með spurning. Ég er með tvær spurningar. Ég er með spurning í Predikarinn, kapli 6, vers 10. Og hér stendur: það sem við ber hefur fyrir löngu hlotið nafn sitt og það er ákveðið hvað menn eiga að verða og maðurinn getur ekki deilt við það sem honum er máttkári. Ef við förum í Predikarinn, kapli 6, við lesum vers 9. Betri er sjón augnanna en reykgirdarinnar. Einnig það er hégómi og eftirsókn eftir vindi. Þannig að það er verið að segja, þetta er ekki þess virði. Ekki það sem við sjáum og ekki heldur það sem við viljum. Ef það er ekki eitthvað sem er áætlað okkar og við skulum ekki setja hjartað okkar að þessum hlutum.
Svo kemur hér, það sem við ber hefur fyrir löngu hlotið nafn sitt og það ákveðið hvað menn eiga að verða og maðurinn getur ekki deilt við þann sem honum máttari. Og þótt til séu mörg orð sem auka hégómann, hvað maðurinn að bættari? Og það að segja að menn eru eins og Guð skapaði þau. Og við bara eins og Guð vildi gefa okkur og við getum ekki verið meir heldur en Guð hefur áætlað sér. En svo stendur hér að Guð máttari en mannkynið og það það sem að skiptir máli. Þannig að af hverju getum við ekki bara haft nóg með því sem við eigum og þakka Guði fyrir það. Og ef að Guð gefur okkur meir, þá skulum við þakka Guði. En ef hann gefur okkur ekki meir, þá þökkum við Guði líka. Og það að segja að í líf mannkynsins margt. Það margt fólk sem ánægð og þakklátt fyrir það sem þau hafa, en margir sem eru ekki ánægðir með hvernig þau lifa. Margir vilja vera frægir, eiga meira pening, vilja ferðast, eignast meira og eru aldrei ánægð. Og þó að fólk sé að halda áfram og reyna eins mikið þau geta til þess að ná þessa hluti, geta ekki gert það nema að það sé áætlun Guðs. Þannig að það raun og veru verið að segja að við þurfum að vera ánægð með það sem að Guð að gefa okkur. Að við að vera ánægð með það sem að Guð hefur ákveðið að gefa okkur. Og að allt hégómi og að allt gleymist með tímanum að því dauðinn kemur og þar endar allt. Þar endar allt sem að fólk vildi vera og gat ekki verið. En Guð, hann valdamikill og getur gert allt og það best að við séum að haldast í hönd Guðs og við viljum þakka Guði að því hann að kenna okkur að vera raunverulegt í lífið okkar og þess vegna á það við þegar hann segir að það allt hégómi og í predikarinn verið að raða allt og nefna allt sem að gerist í jörðina til mannkynsins, allt sem að gerist, hvort sem slæmt eða gott og stendur hér í endanum, allt hégómi. Allt hégómi. Og af hverju vildu menn ekki bara vera uppteknir af því að gera vilja Guðs, að þóknast Guði, af því Guð sá eini sem að getur gefið hamingjan og gleðin. Og það voru lokaorðin og það var það sem að hann sem skrifa predikirann vildi segja, að við getum ekki bara hugsa að vera rík, að vera miljardamæringar, heldur að Guð gefur fólk þegar hann vill og við höldum áfram. Það eru tveir hlutir sem að ég verið að hugsa. Biblían og fagnaðarerindi kennir okkur syndanir sem að Ísraelsliðið gerði og það alltaf verið að sýna okkur þessi dæmi óhlýðni og ég hugsa alltaf ef að þetta var áætlun Guðs að allar þessar hlutir myndu gerast, af hverju ætli það hafi þá verið þeim að kenna ef að þetta var áætlun Guðs og hann leyfði þessu að vera. Við getum ekki verið að spyrja af hverju Guð ákveðna hluti. Við þurfum að virða ákvörðun Guðs og við sem mannkyni getum ekki verið að spyrja Guð og af hverju hann gerði ákveðna hluta. Við þurfum að hlýða því sem að hann segir okkur að gera og sem að hann hefur skipað okkur að gera og Guð
vildi sem sagt búa til heilagslið, til heilagsstaður. En Guð vissi að fólki átti eftir að vera óhlýðin og erfitt. Þannig að Guð sagði við Móses: ég skal segja þér í framtíðina, Ísraelsliðið mun vera mjög óþæg, mjög óhlýðin og þau munu fara frá mér. Þau munu fara frá mínum vegum og þau munu vera mjög harðir í hjartanu sínu og munu tapa öllum blessunum. En hann sagði við Móses að gera vinnuna sína, samt að predikera og halda áfram, þó hann hafi vitað að Guð hafi sagt við sig að liðið ætlaði að vera erfitt og fara frá Guði. Þannig að hvernig ætli að við séum að fara að segja við Guð, hvað gerðirðu, af hverju og af hverju gerður hlutina svona? Hann hafði líka áætlanir með okkur og hann leyfir örugglega fólki, sumir að vera með mjög harðan hjarta en sumir með mjög góðan hjarta, og hann hefur kennt okkur og hann hefur sagt okkur: þú verður að hlýða. Þú verður að hlýða og það er það eina sem þú getur gert. Að hlýða og gera það sem ég segi þér að gera, ekki vera að spyrja og efast, heldur gerðu hlutina og hlýddu, af því einn dagur myndu fá verðlaunið þitt og svarið við spurningana þína. Samkvæmt því sem að þú svaraði mér, það fæ ég að hugsa stundum eins og við séum verra en Ísraelsliðið, af því að hann gaf okkur heilögum anda og við vitum að ef við hlýðum Guði, að þá getum við margt og getum hjálpað fjölskyldum meðlimana okkar. En samt erum við stundum ekki að hlýða Guði. Þannig að við getum verið bara jafnvel verra á liðið ef að við vitum hvernig Guð gerir hlutina og við viljum samt ekki hlýða Guði. Við erum kannski ekki með jafn mikið skurðgoðadýrkun og Ísraelsliðið var, en við erum samt að syndga og við erum með afbrýðisemi og við erum með kannski ilska eða alls konar svona hluti sem er það sem að óvinurinn setur í okkur og við kannski leyfum óvininum að stjórna okkur þannig. Þannig að við erum endalaust að berjast á móti þessa hluti, af því að óvinurinn er alltaf alla daga að setja gildrur í okkar lífi og við verum að berjast endalaust fyrir þessa hluti. Og þess vegna erum við með fagnarendi og kenningin sem kennir okkur margt svo að við getum unnið óvininum og unnið á þessum hlutum og berst á móti. Við ætlum núna að biðja til Guðs og biðja Guði að fá okkar bænir, að Guð sé að hlusta á okkur, en við skulum syngja fyrst, syngja kór til Guðs. Drottinn, þú ert minn Guð. Drottinn, þú ert minn Guð, ég mun lofa og tilbiðja nafn þitt. Það er þann kór sem við erum að fara að syngja. Og við skulum syngja með hjartanu og við munum svo verið að biðja. Og í bænir okkar munum við biðja Guði kraftaverk og undranir, líkamleg að hann lækna okkur veikindi, líkamleg og líka sálrænt veikindi. Við skulum biðja Guði allt, það sem þú þráir í hjartanu þínu, samt þegar þú þarft í lífið þínu. Guð á eftir að hjálpa þér, hlusta á þig og gefa þér það sem að við þurfum. Við skulum biðja Guði andlegu hlutina, skírnina með heilögum anda og öllu sem að því tengist. Við ætlum núna að koma fram fyrir Guð og biðja. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios,
Halleluja, valdamikill Faðir, valdamikill ertu, Faðir, og við viljum, ó Guð, lofa þér, við viljum gefa þér dýrðina og heiðurinn, lofa þér, ó Guð, dýrðamikill Faðir, dýrðamikill ertu, ó Faðir, blessaður að eilífu, ó Faðir, stórkostlegar hlutir gerir þú alltaf. Þess vegna þurfum við, ó Guð, að tilbiðja þig og þóknast þér svo að við getum fundist fyrir nærvera heilögum andans í okkar líf. Ó Guð, við viljum að þú sért að hella yfir með þínum vald, ó Guð, vert þú að slíta keðjurnar, vert þú að slíta öllu sem að óvinurinn hefur viljað sett í hjartað okkar, ó Guð, vert þú að frelsaðu, ó Guð, vert þú að frelsa hugarfari hjá þeim, frelsaðu hverjum og einum og blessaðu og frelsaðu þessum degi, á þessum kvöldi, vert þú að senda vald þitt, ó Guð, vert þú að senda vald sem kemur frá þér, ó Guð, vert þú að senda, ó Guð, vert þú að senda rigning með öllu, ó Guð, vert þú að senda, ó Guð, rigning af blessunum, vert þú að fylla okkur með andlegu gjöfunum, vert þú að taka í burtu keðjurnar, vert þú að taka í burtu hrokann, ó Guð, vert þú að taka í burtu alla þessa slæma hluti, reiðið, hégóminn, ó Guð, afbrýðisemin, harðnaðinn í hjarta þeirra, eyðilegðu, þú verður að eyðileggja þessa hluti frá óvininum, vert þú að taka í burtu alla þessa hluti frá þeim, ó Guð, taktu í burtu líka slúðranir, þegar fólk talar, þegar fólk ekki ánægð með líf sitt, vert þú að eyðileggja allt, vert þú að eyðileggja reiði og allt sem í hjarta hjá fólkinu, vert þú að frelsa, vert þú að hreinsa hjarta, sálina hjá öllum, ó Guð, við viljum fá eld frá himninum, ó Guð, vert þú að brenna okkur með þínum eldi, ó Guð, vert þú að frelsa, vert þú að slíta alla þessa keðjurnar, vert þú að senda vald, vert þú að senda valdið þitt, ó Guð, vald frá himninum, vert þú, ó Guð, að rétta út hönd þína, vert þú að rétta út þín miskunnarfulla hendi, ó Guð, vert þú að fylla hverjum og einum með vald heilögum andans og einnig, Guð, vert þú að rétta út hönd þína, hönd sem að læknar öllum veikindi, alla þjáninga og allt sem ólæknanlegt, vert þú, ó Guð, að blessa, vert þú, ó Guð, að senda, ó Guð, vert þú, ó Guð, að hjálpa okkur, frelsaðu okkur, ó Guð, taktu í burtu bölvanir óvinsins, vert þú að eyðileggja allt sem að óvinurinn gerir, ó Guð, í lífið okkar. Við viljum þakka í nafni Jesú Kristi, við viljum biðja þig að frelsa mjög mikið og að gefa öllum framfarir í lífi þeirra. Vert þú að undirbúa prestar, ó Guð, vert þú að rísa upp predikanir, prestar, spámenn, ó Guð, kennarar, leiðtogar til þess að predikera þín orð svo að þau geta lært og gefið vitnisburði og predikera nafn þitt, ó Guð, og kenningin og fagnaðarerindi. Horfðu á þessum heimi, horfðu á mannkynið sem týnt, sem veit ekki hvert það á að fara, sem vita ekki hvert þeir eru að fara, heldur búa þau á sínum eigin vegum, í sínum eigin hugsanir. Ó Guð, haf þú miskunn, horfðu á kirkjuna þína, leyfðu okkur að þroskast andlega og að allir læri fagnaðarerindi, að allir predikeri og kenni
frá þínum sannleikanum og fari í gegnum heiminn að predikera þínar vegir án þess að vera með hégóma, án þess að vera ánægð með sig, heldur að þau séu einlæg í hjartanu, að það sé einlæg í hjarta þeirra, að þau elski þig með öllu hjartanu og að þau predikeri sönn orði þitt, ó Guð og Faðir, í nafn Jesú Krist, þinn elskaður son. Svona viljum við biðja þig á þessum degi, að þú gerir þig opinbera, ó Guð, að þú gerir þig opinbera, ó Guð, að því við erum hér og við viljum sjá þinn opinberun, þinn vald. Við viljum, ó Guð, við viljum sjá þig, ó Guð, Faðir, mikið Faðir. Ó Jesús Kristur, þú ert valdamikill sem að ríkir yfir. Blessað sé þitt nafn, ó Guð, blessað sé þitt nafn, blessaður, ó Faðir, blessaður Faðir. Við viljum lofa þig, við viljum dyrka þig, ó Faðir, takk fyrir að hlusta á okkur, takk fyrir að heyra okkar bænir, ó Guð, takk Faðir, í nafni Jesú Kristur, þinn elskaður son, amen og halleluja, ó Guð. Og lof sé konungi að eilífu, valdamikill Faðir, ó Guð, valdamikill okkar Guð, blessaður sé hann. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya, amén, aleluya. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya, amén, aleluya. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya, amén. Dyr sé okkar Guð og við viljum lofa nafn Guðs að eilífu. Fyrir Jesú Krist, hans son. Guð gaf mjög mikið af blessunum í dag. Mikið af blessunum, bræður og systur. Hann gaf öllum mjög mikið af blessunum og þið munu finna fyrir það sem að Guð var að gefa ykkur í dag. En það mikilvægasta að við gefum honum líka það sem að hann á skilið. Að við séum einlægt og trúfast og elskum Guð. Ég elska ykkur með öllu hjartanu. Guð blessi ykkur. Dios les bendiga.